komnir á fóninn, tveir harðir mættir í stúdíóið og eru í fantafíling þennan, föstu daginn. Byrjum aðeins og seint þetta, hann var í smá tíma, hann Frígor að kveðja, en við erum í miklu stuði. Ég sitt hér og heiti Auðun Blöndal. Beint á móti mér situr maður sem er, orðinn allt og brúnn og eins og hann sé að fara að keppa í einhverju vaxtaræktarkeppni. Þakkaði fyrir það. Við þekkja hann sem DJ Muscleboy í dag, hann heitir Egill Einarsson, verður velkominn. Thank you. Og ég sé að þú ert búinn að vera að dæla á því kakómalti. Nei, ekki kakómalti. Já, svona einhverjum brungu viðbjóð. Santan. Santan, það heitast það hjá okkur í dag. Ég er alltaf að experimenta með ný krem. Já. Út af því að þú voru að fylgjast með kremanum með þun. Nei. Þú gerir það ekki. Mér fara þess ekki. Þú ertum allt niður þig. Já, þá er ég bara með allt niður. Ég hef engan áhuga að fylgjast með hvaða brunkukrem er að virka í dag. Út af því sko... Það er bara sund sem þú ræðir við aðra viniðina og sund sem þú ræðir við mig. Ég get tekið í meðferð. Bara feskur. Ég myndi með glöðu geð, ég mæta heimti með tannhanskan og bera. Trúðu mér, þetta er örugglega síðasta meðferðin sem ég þarf. Það eru margar sem koma undan. Ég hef ekkert með einhverja brungu meðferð að gera. Það myndi ekki drepa það tannan, þú ert ekki hvítur. Nei, ég var á Hlíðarenda að gera, ég fekk sólina í andlitið en ég náði tann á leiknum. Valur fram. Var flókið fyrir þessa valsara að skora úr vítinu það? Goddammit, Gump. Það var svekkjandi. Ég veit okkur að þú ert að svekkja því að þú ert náttúrulega orðin heitasti spilafíkill bæjarins og varst með pening á Val. Það er alveg, hvað ég er orðin korpur við hliðina á þér. Ég veit ekki hvað átt að kalla mig alltaf eitthvað spilafíkill í þessu spurt og svara hér. Ég er ekki heitasti spilafíkillin í bæn og ég hendi cash á Breiðablik myndi vinna og Káur myndi vinna og Valur myndi vinna. Já. Ég myndi fá a shitload of cash sem fæ SMS frá þér klúður víti. Þetta var svekkjandi. Ég skrifaði á þig blóndi. Okkur? Ég veit það ekki. Þú varst á vellirum, þú ert bad luck. Nei, Ertu að fara að smita valsarana með þessu óöfniðinni? Nei. Ok, nei, ég vonandi ekki verið King Magga Gylfa. Nei, ég hef bara Magga Gylfa. Ég mætti ekki til fyrra og þeir voru með allt niður í sig. Þannig að ég er búinn að mæta tvisa núna og þeir eru með 7 stig. Kannski virkar þetta öfugt, þú veist, kannski varst óhapp á United. Ég hef aldrei verið óhapp á United. Þetta var eitt tímabil. Ég held að næsta tímabil hafi verið flott. Já, ég byrjaði með hreina skjöld þar. Taktu mig með líka á leik, ekki Húki. Þú varst óhapp á, það er bara 2-1. Já, með Húki á 2 leikið ekki. Já, ég er á 2 leikir reyndar. Við erum með veistlandi ykkur í dag, kæru hlustendur, ber það hæst að við ætlum að ræða VIP-listan hjá Agli. Við erum með sturlaða staðreyndir, spurt og svara stendur hérna. Ætlaðu að voru með það? Ég ætla að henda það inn. Ok. Það langt sem ég verið með það og líka, ég ætla að laug meinin. Hvað er þetta að laug meinin? Smá dæmi gangi á first date. Nei, þú varst búinn að hætta því. Það er að vera búið. Egil, þú varst búinn að lofa mér því. Nú er ég ekki að grínast, þetta er orðið þreytt. Það er eins og sem að leika okkur aðeins. Þú varst búinn að lofa mér off-air að þú væri hættur þessu. Þú varst að reyna að selja mig þarna síðast. Það bara gengur ekki. Þar verð ég að draga línuna, ég var með konsept. Hvaða konsept? Það er að reyna að láta henda þér út, eða ekki? Jó. Já, með að vera með mynd af mér og nafni mitt og þú ert að selja þig þarna fyrir 200 eurur. Ég tek ekki þátt í. Þú ert ekki ennþá orðin að celebrity og í Danmark og sít og blóndi að slaka þá. Ha? Þú veist, þú ert ekki ennþá orðin, þú veist að þekkið ekki Mér er alveg sama hvort þessi þekktur þarna ekki, mér þetta bara viðbjöður. Þú veist, þetta var mjög smekkleg auglýsing, en málið er, ég þarf alltaf að henda mér hann út. Þetta var ekki smekkleg auglýsing. Ég var ekki dónalegur, ég sagði bara 200 euros og ég klári allt. Það sagði ég. Já, þú ert að selja mig. Það er ekki ennþá búið að henda mér hann út. Það stendur, þetta ég er að brjóta lög á síðunni, samt er ekki búið að henda mér út. Hvað er ég að gera vitlaust? Já, það er bara, hvað ert að gera vitlaust í lífinu? Það er ekki það sem viðkemur þessari síðu, sko. Veistu hvað ég þarf að gera allir þetta hætti? Já, þú bara segir bara upp síðunni. Nei, ég þarf að henda vísakortinu, fá nýtt. Þeir eru alltaf að taka cash út af vísakortinu mín. Já, þú getur það ekki meina út að veðja á hullu. Við erum alltaf að vera með þetta nú og skemmtilega þáttandi ykkur. Fyrsta lag þáttarins er sérstætt óskalag fyrir Hjöppa. Já, hann elskar þetta lag. Það er eitt mann sem er með jafn lélegan tónlistarsmekk og Hjörvar, hann heitir Egill og er með mér hérna í dag. Þú ert með lélegan tónlistarsmekk. Þú væntanlega að fíla þetta lag eða ekki? Hörðu, ég sá okkar á greinum daginn, topp 10 verstu hljómsveitir í heimi. Já. Og það var allt shitið sem þú elskar. Nei, þetta voru verstu hljómsveitir 10. áratugurins. Var ekki Nirvana þarna? Já, í 5. það er líka, það voru allir hegstlæri og Rolling Stone, hérna blaðið, sagði að þetta var í rugl og tæki ekki marka á þessu. Hvað er það að gera þarna? Hvað er að gera þarna? Ég veit það ekki. Það var bara rugl. En Creed náttúrulega, maður ganni fílaði Creed. Þú elskar Creed. Það þarf engan snilling til átt að segja því að With arms wide open er ekkert flottasta lagi í heimi, sko. En það er eitthvað við það. Já, sko. Ég er enda fílaði Creed á 17. Mér er að viðurkenna það. Þá er ég líka bara ungur og vitlaus að skrifa ástarbrif. Mér finnst Creed til dæmis sem 500 sem betur hljómsveit en Nirvana. Það er ekki, þú hefur bara ekki heila í að fatta Nirvana. Nei, málið er, að gæin er svo sexy. Þú veist, það næri ekki þessu shiti. Já. Sem hann nær. Það er ótrúlegt. Það er komið að slúðri, hvernig líst þér það?
Vist mjög vel á. Ertu að vinna með íslenslúður erlend? Ég er með íslenslúður. Við Steindi Junior vorum með... Nei, ég er með erlendslúður. Við Steindi Junior vorum íslenslúður á miðvikudaginn. Var eitthvað fresh? Já, fullt af skemmtilegu stöfið þar. Okay. En ég reyndar valdi skemmtileg slúður fyrir þig. Okay. Þannig að þú getur ekki... Segðu mig hvað Lindsay Lohan er að gera right now. Nei, það er ekkert Lindsay. Okay. En fyrst, ég ætla að byrja á slúðurinn sem ég ást áhugaverðast og ég bara geggju hugmyndi. Það er að koma ný hangover-mynd. Það sem er svipa konsept og í hangover. Okay. En ekki, þetta tengist ekkert fyrstu aðalmyndinni. Heldur á að gera í rauninni bara, sko, mér finnst þetta svo mikið snill. Það eru menn að fara sem að fíla svo hangover-myndina í þessari mynd og ákvaða að gera það sama, að fara að stekkja vin sinn í Vegas. Veistu hverju leikið þessu? Nei. Morgan Freeman, Robert De Niro, Michael Douglas og Kevin Kline. Þeir eru að fara til Vegas að stekkja vin sinn svona í anda hangover. Ég held að þetta getur algjör snilt. Já, þetta er mjög vel. Já, ég elska þegar ég les slúður sem ég hef actually áhuga á og þetta getur orðið veistla á næsta árið, þessi mynd. Og hvað, þetta er ekki hluta Hangover-seríunni? Nei, þetta er bara... En er ekki að koma Hangover 3 eða? Jú, Hangover 3 er að koma núna í mæ. Já. Og það er þriðja og síðasta. I'm going. Já, maður kíkir annað. Það er enda fullt að það eru svona einhverju fordóma gagnvart Hangover. Ég sá það einhvers þar. Já, ég minnst að fyndin. Þó að Hangover 2 var með sama koncept og 1. Það breytti því ekki hló allar tíman, sko. Mér skýt sama að vera sama koncept, sko. Það buggaði með aðeins. Það buggaði ekki neitt. Verða viðurkenna, því að þetta var svo góður hópur og svo góður karakter að þið þurfti ekki endilega að láta mynd 2 vera alveg eins og 1. 3 mætt var alveg eins, við alla sama, svo lengi sem ég hlægi. En það ert þú einfaldur maður, Egill. Takk. Svo er það næsta, Gwyneth Paltrow. Hún, sko, þetta er eitthvað sem ég fór að hugsa bara fyrir þig, Egill. Okay. Þú elskar að búa til penning. Það ekki? Okay. Þú lifir fyrir það. Já. Gwyneth Paltrow, hún var að bjóða upp á eitthvað hérna á Groupon, þar sem að fullt af fólki getur keypt svona, þá fær það aðeins ódýrara þegar margir að kaupa það. Okay. Þetta er líka á Íslandi, hvað heitir þetta hérna, hópkaup eða eitthvað svona? Já. Já, og sko, hún var að bjóða upp á bara dag í spaðinu með sér og allt innifallið á Hilton hótelinu. Já, nokkuð geðveika. Með sér? Já, bara hanga með Gwyneth Paltrow og veist, fara með henni í spaðinu og eitthvað svona rugl og út að borða með henni og eitthvað. Herru, það var allt vitlaust og það var uppselt á þetta á Groupon eða hópkaupan í Bandaríkjunum. Kostaði $2,000 á mann. Eða á konu. Þetta er náttúrulega... Það er ekki raskat. Jó, 260 skall fyrir að hanga með Gwyneth Paltrow í einhverjari... Já, vera að chilla með henni í spaðinu. Já, bara svona, Gwyneth, hent slakað einu möllar á gamla henni og kann. Þetta fyndi að tveir harðir væri. Já, bara Gwyneth. Já, Gwyneth, hvernig ertu? Hent einu möllar á okkur félagin hennar. Hún er orðið illa að reyta þér. Ég sé bara, hvað guðum við að fara núna, Gwyneth? Já, þannig að... Það var þvílík veisla. Ég var að spæða hvort þú getur verið með svona hópkaup að, já, fólk hendi sér í spaðin með Gilsarál. Það er besta hugmynd ég Þetta er $1 million idea. Nei, þetta er kannski svona 100. Ég er að henda þessu hópkaup bara eftir. Hvaða spaði ætti ég að nota? Kíkti í spaðið með Gilsarálum og svo út að borða. Ég ætla að hringja Mekka spaði eftir og fá þið samvinnu með mér. Ná, frábært. Svo er það, já, ég ætla að enda slúðupakkan á Kanye West. En það á að vera að klessa 100 milljón króna Lamborghini hennans. Eða það var maður, eða svona þjónusta í LA sem að skuttla bílum heim fyrir stjörnunar eða enda á jamminu eða eitthvað. Já, það er líka komið hérna, þessi þjónustu komin líka heim. Já, ok. Bara gæja sem þú getur bara hringt inn í bæ, hörru, ég fór í bínu bæ, ég var fullur. Já, ekkert mál, koma, keyra hann heim fyrir þið. Hvernig segði mér það? Já, ég er bara tegn. Hérna, já, Kanye West, allavega, það var í þessari þjónustu, þá lokaðist hliði hjá honum, heima hjá honum, og fljótt, fór á bílinn og bílinn rúst, greiði gaurinn sem var að keyra bílinn. Já, herru, þetta er 100 milljón króna Lamborghini. Já, út af Kanye West er að piece of shit, sko. Þannig að hann hefur pottið látið að hann heyra. Hann er góður tónlistarmaður en það virðist verið eitthvað á honum í skapinu. Þetta var slúðupakki dagsins. Aðbarsaleis. Hvernig leistur á hann? Veist mjög vel á hann. FM 957 leitar að nafni á nýja morgunþáttin sem er farin í loftið. Komdu inn á fm957.is og deildu með okkur þinni hugmynd. Sigurvegarinn í keppninni verður leystur út með splunkunýjum iPad mini frá eSímanum. Komdu inn á fm957.is með þína hugmynd og hlustaðu síðan á Sverri Bergmann og Óla Jóels á morgnana milli 7 og 10 á FM 957. Smárabíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparta. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíó. Upplifðu leikinn í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala í fullum gangi. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1.
Þjóðhátíð í Eyjum, 2. til 5. ágúst. Framkoma, Stuðmenn, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Sálin og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Kynntu þér nýjan og glæsilegan matseðil á Wilsons Pizza á heimasíðunni wilsons.is þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi og panta beint af netinu. Nú er Kringlukast í fullum gangi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Nýtt kostatímabil. Kringlan. Af öllu hjarta. Universal kynnir stórmyndina Fast and Furious 6. We're not dealing with cops, we're drug dealers. Vin Diesel, Paul Walker og Dwayne Johnson eru mættir aftur í einni hörðustu spennumynd ársins. I need your help, Dom. I need your team. Fast and Furious 6. Take it or leave it. Frumsýnd 22. maí land allt í samstarfi við Dominos og GAP. Jæja gott fólk, nú reymum við okkur takkaskóla og tippum. Það eru 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. 1x2 við tippum. Með afsláttarþrepum Orkunar og viðbótarafslætti á þinni stöð getur verið með fastan 10 króna afslátt hjá Orkunni. Orkan, afsláttur alveg vinstri hægri. Frá einum besta leikstjóra samtímans, J.J. Abrams, kemur ein magnaðasta hasarmynd ársins, Star Trek Into Darkness. Gagnrýnendur eru á einu máli. Þessa mynd verða menn að sjá. Star Trek Into Darkness, komin í bíó. Öll þau ágreiningsmál sem við stöndum frammi fyrir hægt að leysa með því að sýna hvort öðru virðingu. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-ald xnei.is, styður þannig boðskap. Can you please Túborg kynnir í kvöld á Factory, Sigters, 1860, Friðrik Dór, miðaverð 2000 kall, 3000 kall fyrir alla helgina. 20% afsláttur greitt með bláu kortinu frá Arion banka, forsala á miði.is. Spennan magnast, því milljónurnar eru hreinlega í bunkum í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. 1909.is, þegar þig vantar smá lán. 1909. Ertu á leiðin á Keflavík Music Festival eða þjóðhátíð og leiðist að tjalda? Forsalan er hafin á rentatent.is. Fast and Furious 6. Forsýnd helgina. Shell bíladagar á Akureyri 14. til 17. júní. Skemmtu þér vel og varlega. Shell. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir að hlusta hér á 2 harða á FM 957. Dauðun Blöndal og Egill Einarsson. Eða Gilsenegger eins og hann kallar sig. Nei, þú kallar mig ekki Egill Einarsson í dag, Dauðun Blöndal. Nó, Gils. Og ekki Gils heldur. Í dag er ég ávarpaður sem The Muscle Boy eða DJ Muscle Boy. Í barasta. Það er bara þannig. Já. Þú veist. Nei, ég get ekki kallaði... Og ég þá bara að segja, jæja, Muscle Boy, hvernig líst þér á að fara í slúður? Já, það var óþægilegt. Þetta er stærsti dagurinn í lífið mínu. Þetta er ekki stærsti dagurinn í lífið þínu, Egill. Jú. Nei, af því þú ert með eitthvað ball hérna á spott. Eitthvað ball, svo heldur góður. Hvað er það bara stærsti dagurinn í lífið þínu? Og ég veit þú er aldrei eignast börnrendar, en þetta er ekki stærsti dagurinn í lífið þínu. Nei. Þá ertu búin að eiga mjög innantómt líf. Og hvaða dagur getur þau betri? Nefndi einn. Heldur þau eitthvað stuðlega ball á spott? Eitthvað stuðlega ball? Hvað er ekki þetta að sé... Ok, hvaða dagur getur mögulega betri? Mögulega. Nú séu þetta mögulega, ég er ekki alveg viss. Já, ég bara þekki ekki þitt líf það vel. En ég get nefnt svona 5.000 daga í mínu lífi. Þegar við settum 2 á móti Bayern í 99. Mögulega. Já, en þegar Vandi Sar var þið frá Anelka? Nei, aldrei, glemdi því. Nei, ok. Já, fyrir utan bara líka allt sem þú Málið er, við erum búin að dreyma að halda ball frá 2 ára.
Við erum ekki dreymt að halda eitthvað ballfræði á 2 ára og fattar allt hérna bara fyrir 3 vikur síðan og geti grætt eitthvað smá peninga á þessu, dreftu mig ekki. Nei, þetta er ekki búið að vera eitthvað langur draumur það, sko. En ekki það, ég fíla þessa hugmynd hjá þér. Við alltaf, sko, við höfum dreymt að eignast að sports bar. Og B, halda ball. Og sko, málega ég hef oft náttúrulega verið að gigga með Mercedes Club, en þá var ég hlutað að band. Það er ekki sama að vera DJ. Nei, eina sem er sammeðilegt með þessi böll ykkar hjá Mercedes Club og þetta ballit í kvöld, það er allt spilað á disk. Hei! Er ég að ljúga ykkur eða? Þið mæmuðu. Það er alltaf að segja þetta, þeir eru hægt. Nei, og segja það rétt. Nú er ég ekki að tala með my ass. Nei, rassinum þar. Það er skemmtileg tilbreyting. Það var kveikt á mækunum alltaf. Já, ok, varst það bara þú sem varst mæmaður? Þegar ég veit að þú spilar ekki á Það lyklaborð. var kveikt á öllum mækum öðun. Já, þú kannski hefur ekki spilað á lyklaborði alltaf. Alltaf? Ég gerði það occasionally kannski. Já, ok. En það var kveikt á mækunum. Þannig að getið, þú veist, kallað á liðið. En er allt klart fyrir kvöldi? Ekki það, sko, síðasti þáttu gekk bara út á þetta stuðlaðaballið. Ég vil halda áfram í dagskrá hérna í þessum þætti. Þetta er bara, þú hendur í eitthvað ball og það er bara allir þátturinn. En er allt klart eða? Svo við klárum bara þetta stuðlaðarugglið. Ég er með stórar fréttir. Já, hvaða fréttir eru það? Sem svona, ég var að læna upp eldblásurum. Ok, svona... Tveir sexy gæjar sem mæta með eitthvað svona kindilega og svona blása upp í loftið ykkur eld. Já, ok, það er í lagi. Það er ekki sexy. Það er svínlukkar, ég meina, Nonni pluggar alltaf með eld í sínu partíum, eitthvað er hann að gera rétt. En ég spá sko hafa hvort finnst þér, og nefnspyrjaðu út af hérna, þú farið í nokkuð partí, hvort byrjaði að hafa eldinn fyrir utan spott, þegar fólk er að koma, ég með þess að í klukkutíma sessjóni, kannski 10:30 til 11:30, það er fyrir utan á bílastöðinu, blása upp í loftið, þannig að fólk keyri fram hjá bara, wow, eldur, what's going on? Eða inni, hvað veist þér? Það er svona dröllu sama, sko. Bara fyrir ekki betra þessi fyrir utan. Þegar fólk er að koma, búið til svona smá ívent, það er eitthvað. Mjög góður punktur, púp. Hætt að kalla mig púp. Þeir verða fyrir utan. Já, þeir verða fyrir utan. En er VIP-listiðin klár? Já, hörðu. Því ég hitti Sigmar Guðmundsson daginn, við ætlum að reyna að hringja hann og við gátum ekki hringt hann í dag heldur. Hann ég sagði hann að við höfum reyna að hringja hann sagði já, ég sá það og hann menti ekki að tala við okkur. Og svo spurði hann mig, hann var nú forvitinn bara, nákvæmur voru þeir að lága mér á þessu sinni, eða eitthvað svona. Ég sagði, ég ætla alltaf að tjekka hvort þú væri ekki örugglega að fara á stuðlaðaballið hans. Hann sagðist ekki myndi að láta sjá sig dauða þar. Þannig að þú getur gleymt í að hann kom í kvöld. Hún er mér ekki boðið. Víst var honum boðið? Nei. Þú varst að reyna að bjóða honum í síðustu viku? Hún er mér ekki boðið, ég vil ekki sjá hann hana. Varst að reyna að syngja hann í síðustu viku? Er hún ekki boðið því hann vill ekki koma? Nei, hann bara, hún er mér ekki boðið, ég vil ekki sjá hann. Já, ok, ég heyrði líka eitthvað trailer með mér að mér var ekki boðið. Nei, bara... Sem er alltaf leið, því að... Nei, ef að Simmi er inn og komist inn í kvöld, ég hef með skýf skilaboð í hörðinni. Hann er ekki að vera kominn. Simmi Kastljós fær ekki að fara inn? Nei. Ok, en ætla hinn á listanum að mæta eða? Ívar Guðmundsson. Ívar Guðmundsson? Ég get komið með rosalegt skúp með það. Ívar Guðmundsson, eða Ívar Guðmundsson, sem búin að vera bylgjunni meira en 20 ár, ætlar að fara upp á svið. The man of all Ivars. The man of Ivars er að fara að taka 3-4 lög upp á sviði. Hann sparkar Rikka G að græjunum og rýfur í græjunar. Það er rosalegt. Og The Cold Father. The Cold Father. En sko, Ívar Guðmunds, sem er one hell of a man. One hell of a man. Já, hann er samt sko, hann er þá bara að fara að henda í It's Raining Men. Hann er ekkert að hlusta á sömu djöflasýr og þú sko. Það er málið er. Er hann rétti DJ-in hann? Það er engin að... Hann kemur beint að bylgjunni sko. Ok, hvað ætla menn að gera í? Ef Ívar Guðmundsson, sem kemur vissulega að bylgjunni, kemur upp á svið, og ef hann setur Raining Man eða ég veit ekki hvað, Depeche Mode eða hvað er spilað á bylgjunni, þá bara er það nákvæmlega þannig. Hvað ætla menn að gera í? Ívar Guðmunds tekur 165 á kjötunum kl. 06:00 á morgnana. Óétinn, hendir sér bekkin, 165. Það er enginn að vera að gefa hann skít. Veist hvað það að gera ef þú ert að gera eitthvað svona að þér helgina eða eitthvað svona, ert að fá þér í glasi eða ert að skemmta þér eitthvað, þá ert að hæta Ívar Guðmunds. Það er ekkert verra heldur en að vakna á þunnur og sjá að hann var mættur ræktan 6 morgun. Hann er ekki að skemmta sér, fæ sér nokkuð glöðust, fer okkar svo út á lífi, kemur heim 2:30, mættur í gimmi kl. 6. Hvernig er það hægt? Hann getur þetta. Það er ótrúlegt, en það verður toppmæting á VIP-listanum, Ívar Guðmunds og... Já, og líklega, sko, Valtý Björn er 100%, Fjölnir Þorgeirs er 100%, Logi Bergmann er mjög líklegur og Arnar Grant er nýjasta nafnið á listan.
Calvin Harris hér með lagið Drinking from the Bottle og ég held að Tiny Tempa sé alveg öruglega með honum sem mitt á leiðin til Íslands á Keflavík Music Festival. En við ætlum að draga úr VIP-leiknum í dag. Það einhver að fara að vinna, hvað hann ekki að fara að vinna? Móður. Segjum betur frá því hér á eftir. Það einhver svaðalög VIP-listi, það Gistingar í Keflavík. Erum við ekki að fara á Keflavík Music Festival? Já, það ekki. Og af hverju er þetta ekki DJ Muscle að DJ þar? Það var rosalegt. Já, þegar ég held að ég verið alvöru listamenn þar. Hei. Ég held að það sé svona pælingin hjá Óla Geir. Já, ég alvöru listamenn. Já. Hei, hvað sérum við kíkjum í á firstdate.com og ljúkotýpar af? Nei, sko þú varst að lofa mér að það væri dött í síðustu viku. Já, en you hit the jackpot. Hvað, sem gleðipinnið þarna? Nei. Nei. Jú. Nei, hvað? Nei. Sko, það skemmtilega eftir ég setti auðlýsinguna og ég vilja henda mér út, þannig að fólk viti, þú veist, þannig að það sem heyrir þetta ekki síðast er að ég er að borga 5.000 skall nokkuð reglulega hana inn og tekja kreditkortinu fyrir að vinna svo að síðu. Og ég skoða reglusíðunar og það er bannað að, þú veist, að bjóða monni fyrir hittinga. Þannig ég gerði það til þess að þú reyndir að selja mig þarna. Já. Þú sagðir að ég kostaði 200 evrur og verið að leita mér einhverju skemmtilegu sem eitthvað bara versta sem ég heyrst. Já, ég bjóst við að... Af mörgu ógeði sem að þú hefur sett inn á mínu nafni. Ég bjóst við að vera hent út immediately. Já. Var ekki búið að henda þér út eða? Það er ekki það sem gerðist. Já, bara krótaði bara út af þessu. Þetta getur ekki verið það flókið að henda sér út af þessari síðu. Stephen Hawking geta ekki skráð sér út af þessu síðu. Jú, pottitt. Ég ætla bara að Asjubúinn, 12 Asjubúinn sem er búinn að klára háskólanum núna í Bandaríkjunum. Já. Hann geta ekki skráð sér af þessu síðu. Ok, leiðu bara Svessa Bergman að kíkja á þarna. Hann lokar þessu fyrir þig. Ef Stephen Hawking getur ekki skráð sér af þessu síðu, þá Sverri Bergman að geta það bara allir nema þú. Hörðu, allavega síðan setti ég þessu auglýsingu inn. Ég hélt mér að henda út. Síðan prófaði ég að logga mig inn. Það er ekki alveg það sem gerði í stöðun. Hvað? You hit the jackpot. Hvað, sem einhver gleðikall? Það kallast ekki að hit the jackpot. Sko, Ég bara... Nei, sko, Auðun. Hatar þú cash, eða? Nei, ég ætla ekki einu svona svara, þetta er svo vittlust, ég ætla ekki einu svona svara þessu. Ég bara spyrja þig. Hatar þú cash, ég bara... Hatar þú cash? Já, í þessu samhengi, já. Ok, og ég sé einhver gleðipinni fyrir þig að inn á þessari síðu. Sko, það skemmtilega er bara gæjar að tjekka á þér. 99% gæjar. Og samt stendur að þú sért straight. Ég fatti þetta ekki. Ég skráði ekki sem öfugan inni. Ég skráði bara sem straight, skilur. Bara leita á konu. Og það er bara gæjar að senda þér kjölabóð sem vilja hitta þig. Já, eftir að byrja að reyna að selja mig. Já, akkur eru gæjar þetta senda. Ég veit það ekki. Hvað ég veit að það maður? Mikke frá Svíþjóð. Mikke og Svíþjóð. Hann sendi Are you looking for some fun? Bróskall og spurningumarki. Eftir inn á 200 evru dæmið. Are you looking for some fun? Spurningumarki. Sendir hann á þig? Já, á þig. Nei, þig, Egill. Nei, þetta er náttúrulega þú. Sko, þú svaraðir. Ég svaraði, þú sagðir for the right price I am. Sendir þú. Slakaðu á, ekki í það takan. Ég þurfti að svara og ég held að henda mér hann út. Ég má ekki svara svona. Þá sagði hann LOL. Það er svolítið gaman að, það er náttúrulega allir LOL. Ekki bara Íslendingar. Já, ógeðslega gaman. Það var svolítið gaman að sjá. Já, hrikalega fyndið. Og hann sagði, you're hot. You're hot, sagði hann. Og þá svaraði þú, hot and famous. Þú hendið því tilbaka. Þetta er orðið þreytt, þetta ógeðslega dæmið. Alveg af öllu, þetta er orðið þreyttar en... Ég þarf að henda mér hann út. Já, hvað þarf þau að hættu þau? Ok, slaka þá. Og þá sagði hann, Mikke. Flott nafn, Mikke. M-I-C-K-E, Mikke. Ógeðslega flott. Og þá sagði hann, what are you famous for? Og þá sagði þú, you're wasting my time here. No freebies. Cough up the money and I'm yours. Sagði ég. Og hann svaraði ekki, þessi gæi. Hann ekki maður svaraði þessu. Og það er ekki að það bara henda mér út. Ég var mjög dónalegur, eða svona, þú veist, þetta er bannað sem ég er að gera hérna. Það er bannað. Það stendur í logum á síðunni. Síðan sendi annar gæi 200 euros, are you in Denmark right now? Eitthvað Jakob. Það eru bara fullt okkur hættu þessu, ég vil ekki heyra þetta. Markmiðið með samstarfinu við Te og Kaffi hefur alltaf verið
að það þurfi ekki að laga kaffið á stöðinni. Það nefnilega ekkert að því. Stöðin. 1, 2 og 13 leikir. Þið veitu hvernig það virkaður, elskuta mínar. Komum svo, tippa. Það eru 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. 1x2 við tippum. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Universal kynir stórmyndina Fast and Furious 6. We're not dealing with cops. We're drug dealers. Vin Diesel, Paul Walker og Dwayne Johnson eru mættir aftur í einni hörðustu spennumynd ársins. I need your help, Dom. I need your team. Fast and Furious 6. Take it or leave it. Frumsýnd 22. maí land allt í samstarfi við Dominos og GAP. Nú Kringlukast í fullum gangi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20-50% afslætti. Nýtt kostatímabil. Kringlan. Af öllu hjarta. Götuspyrna á sérhannaðri keppnisbraut. Drift, Auto-X, Burnout, græjukeppni og bílasýning. Velkomin á Shell bíladaga á Akureyri dagana 14. til 17. júní. Shell. Can you please Túborg kynir í kvöld á Faktori, Sigtars, 1860, Friðrik Dór, miðaverð 2000 kall, 3000 kall fyrir alla helgina. 20% afsláttur er greittir með bláu kortinu frá Arion banka, forsala á miði.is. Þrefaldur lottobóttur stefnir í 22 milljónir. Lefðu þér smá lottó. Fast and Furious 6. Forsýnt helgina. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. 2 harðir í FM 95 Blö. Hlust á FM 957. Með okkur í dag er Röðun Blöndal og DJ Muscle B. Hvað segir Blöndal? Mjög góður. Það ekki? Já. Hvað eru félagarnir að gera núna? Sérðu, ef ég hætti að tala, þá komum bara svona þagnir. Já, ég veit ekki hvað við bara að gera félagarnir. Þú ert að sjá þetta? Hvað heldur þau sem að fara að gera? Hvað myndi DJ Muscle B skjóta á? Ég þarf að veðja að svona 90% hlustendur vita hvað við erum að fara að gera núna. Já, þá erum við vantilega að fara í stutlaða staðarinn. Það er hár rétt hjá þér Muscle B. Yes. Já, ekki bara vöðvar. Það er greinlega eitthvað annað upp í kollinum að það líka. Thank you. Já. Really appreciate it. Já, það er það góðu. Hvað staðarindir ertu með í dag? Já, ég er með 10 sturlaða staðarindir hérna handa þér og hlustendum. Það er hvorki meira en ég minna. Glæsilegt. Já. Fyrsta sturlaða staðarind dagsins. Það er stuðlaðaball hjá Gilsálum í kvöld. Heldur einhvern plöggið þetta? Já, sko, því að þú ert svona eins og litlu krakkandi. Nú er ég búin að ná þér í gott gap. Og veit ég að þú átt eftir að vera góður í hérna. Nakkjöldum. Já, vel gert. Herru, þá er það hérna fyrsta. Númer 2. Besta leiðin til að athuga hvort þú sért andfúll er að sleikja á þér úlliðinn, láta slefið þotna og þefa svo af honum. Þetta er kannski flókin aðferð, en ég prófaði þetta og ég fann ekki mátaðið. Þannig að prófaði núna, takk til úlliðinu að þér, sleikt hann. Blástu svo aðeins hann af. Ég var að sleikja brunkarinn, sko. Þú ert ekki að reyna að vera sexy hérna, sleiktu bara svona. Það er enga vandalegt. Það var hans að leifa þarna, blást aðeins. Og þegar núna. Standstóll. Nei, feskur. Já, mér líka. Þannig að þetta er svona taktíkin. Já, hann getur þú tjekka hvort þú sért andfúll eða ekki. Þetta er gott trikk. Því að er það ekki að leiðilegast það sem maður lendir í, það er að vera andfúll. Ég er bara þannig gaur, ef ég er andfúll, þá myndi ég strax vilja að einhver myndi segja mér það. En það er ömurlegt að fólk er eitthvað svona að tippa á tánum í kringu það svona. En lendur oft í því að vera andfúll. Það hitta menn sem er andfúll. Ég lendur svo mestalega einu svona árið sem ég reykja tók gæði sem er andfúll. Það er búið að minka rosalega. Já, ég leggst ekkert svo oft á gæði sem er andfúll. Maður lengt alveg stundum í þessu. Fyrir einhverjum árum. Já, en það er einhvern veginn eins og fólk hugsa bara betur þetta núna. Já, þegar þú segir það. Fólk hugsa bara almennt betur sig. Já, ég er ekki mikið að lendi í andfúlu fólki og ég held líka að það sé eitt af mesta turn-off sem þú getur lendi. Það er andfíla. Svona með því. Og mikið að hárum og andfíla. Og mikið að hárum, hvað meinar það? Og mikið að líka saman. Nei, það er ekkert aðrum. Það þurfa ekkert allir að vera búin að skafa á sig allan líkamann og með brunkukremi svo þú. Nei, bara, slaka á. Þó að þér vaks ekki bringu, þá er það ekki turn-off. Ég þarf að koma á nokkur hás, ég þarf að raka af. Það var svona brott. Tekur mig 2 sekundar að raka af. Hérna kemur næsta. 28 ára gamall maður drap sig
Já, þetta agalegt maður. 28 ára gamall maður drap sig á tölvuleik. Hann spilaði samfleytt í 50 klukkutíma og drakk bara Red Bull. Át ekkert og fór ekki á salernið. Sturlu staðrind. Ég tilbúin að setja $100 á það að vera Asíubúi. Hann var fór söðu korru. Já, líku snillíku sem ég Já, hvað Þú skulda með cash, Öðun? Nei, ég setti $100 að það var Asíubúi. Það rétt fyrir mér. I want some cash. En okkur Asíubúi? Þeir svona mikið í tölvuleikjum með það? Já, þeir álega Sverrir Bergmann ætti að vera Asíubúi. Já. Hann góður stærðfræði og næska tölvuleiki. Þetta verið í Asíu. Hvað hann að gera þetta? Hann grís? Nei, þú ert svona búin að stereotýpa aðeins Asíubúin þarna. Nei, ég ekki að stereotýpa Asíubúin. Þetta bara staðreinduðum. Þeir elska tölvuleiki. Affect. Þeir góður stærðfræði. Affect. Asíubúin gáfaðinu við. Ég ekki nöðulegur, það bara svo leiðis. Já, ok. En hann nú ekki gáfaðinu það. Hann drap sig á tölvuleiknum. Gleymd að standa upp á borða. Herðu, hann borðaði ekki. Svo frutað hann fór ekki eins og salerni. Hann satt þarna í einhverjum tölvuleik mígandi og skítandi á sig. Mákanni gáfaður. Fór hann ekki inn á salerni til að hægja sig? Nei, hann drakk bara Red Bull, hann fór ekki á klósettið og borðaði ekki 50 klukkutíma. Hann spilaði sig til dauða. En veistu af hverju hann drafst? Þú veist, hann var að drekka beverage, þá var hann ekki að þotna upp, en það koffín í Red Bull sem er vasslósandi. Já, hvað heldur hann að drukki mikið af Red Bull á 50 tíma? Fekk hann hjartaáfallið? Það stendur bara ekki, það stendur bara hann að vera 28 ára og... Þetta mjög spes. En hvað allir Sverrir Bergmann að spila lengsta sessiona í World of Warcraft? Þegar Sverrir Bergmann er bara sitt vestæði World of Warcraft. Hann er alveg örugglega ekki sólarhing. 100%? Já, hann er verið einhverju þvílíku missjóni maður. Og sér það, sólarhingur, hann er samt alltaf staðið upp, hann skeit ekki dísi held ég sko. Nei, Sverrir Bergmann hafði nú vitað því að fara og hægja sér sko. Já, hann er með þetta, hann annarkot var í svona bleiu, stóra svona kallarsbleiu, eða fara að hægja. Nei, þá ertu komin á síðasta snúning ef þú byrjar að spila tölvuleiki með sko fullorðinsbleiu. Þá er bara eitthvað aðeins. Ég veit það, þá þarftu bara að láta leggja þig inn. En þú getur ekki staðið á tölvunni, þú kannski er að passa eitthvað gameskip og þú vilt ekki að sé ráðust á það. Þá ertu bara komin allt og langt í þessu, þú fann að mjög og skýta á þig út af tölvuleikim. Þá ertu orðið mikið, við ekki það. Já, ertu bara komin að endastuð. Ég er ekkert að grínast, þetta er bara ógæslegt. Vona Sverrir Bergmann sé að hlusta. Já, Sverrir var ekkert í því. Sverrir hefur aldrei mýð og skitið á sig þó hann sé einhverju tölvuleik. Taka þetta til sín sem eiga þetta skilið, svona Sverrir Bergmann. Hann er ekki keira þetta söðu, hvað svona? Hann er á leiðinni norður. Svo er það hérna, höfrungar, krákur og páfagaukar skýra börnin sín. Þau gefa öðruvísi hljóð frá sér þegar þau kalla á hvert og eitt þeirra. Þannig að það eru vísindamenn búin að komast að því að höfrungar, krákur og páfagaukar skýra börnin. Það kemur óvart að það er að segja páfagaukar síðan. Já. Já, krákur eru the smartest of all birds. Er það málið? Mér eru gáðustu fuglarnir, krákur. Já, ok. Og sko... höfrungurinn, hann er líka mjög gáður. Já, mjög gáður. Þess vegna kemur óvart að naut heimskur páfagaukur kunnið þetta. Já. Það reyndar ef það eru páfagaukurnas kolb. Það er gáðar til páfagauk. Ég er hættur að hrósa þeim páfagauk djöflar og ná þreyttum maður. Tjöfli, kolblíkurinn eitthvað spes. Ég sagði, getum við ekki að lána það, hendur um jakkaföt. Já. Bara strax nei. Í alvörinni. Það er ekki svo sem þetta drepan, hendur um jakkaföt og láta hann vera hann á stuðlaðballin eitthvað að leika sig við fólki, sko. Nei, það er bara gaman að þessi páfagaukur. Geta hann loksins drullað sér úr þessar íbúð sem hann er búin að fastur í. Alltaf hann inni hjá hann, drepast og leiðendum. Já, hann er líka bara orðin hundleiðilegu páfagaukurinn. Já, hún er aldrei í flottum fötum. Nei, hvernig væri það? En sko, maður getur náttúrulega ekki sagt hvað eru vinsælustu nöfnin, sant? Það er ekki, já, hvað er vinsælustu nöfni á höfrungum? Það er erfitt, sko. Já, þau getum ekki sagt ykkur hvað það er. En allavega þá skýraðu bönnin sín, gaman að því. Það er krútt. Svo er hér, flóðhestar drepa yfir 3000 manns á ári. Hvorki henni meira enn í minna. Já, og er eitt hættulegasta dýr heims. 3000 já, á ári. Og það var með þessum daginn, sá ég í fjölmiðlum, það var eitthvað gaur sem að, sko, var búinn að lenda í flóðhest, hann var búinn að kinkjón. En hann slapp. Myndum hann enn bara fyrir inn í flóðhest. Það er nokkru í dag, einhver flóðhest á sig, frábært. Já, þetta er skelvilegt. Þannig að passið ykkur á flóðhestum, sérstaklega eru byrjað að svitna bleiku. Þetta er það góða við að vera á Íslandi. Já, engin flóðhestar. Já, bara ég ofta hugsa þetta. Veist, maður er að bölva hérna, maður fyrir út í bíl og skýta kulda okkur leiðindi. Dallar ekki étin okkur flóðhest. Og líka hérna í Ástralíu, akkurat fyrir neðan okkur hérna, af 12 hættulösu dýrum veraldar, eru 11 þar. Þú veist, litlu kóngulár um allt svarta ekki, hann allt þetta ógeð sem býtur þig út bara dauður. Þú veist, við erum með nokkra... Við erum með þessa helviti skeitungar þetta. Já, ekki bölva. Nei, fyrir ekki. Það þarf ekkur að taka að sér og bara útrýma þeim hérna á Íslandi. Er það ekki hægt? Þá er þetta fullkomna land. Já, nákvæmlega. Þið þólið það ekki. Albert Einstein, hann rukkaði $1 fyrir hverja eiginandaráritun og gaf það svo í líknamál. Heldur hann að ég gefið allt? Bara hann hendi einhverju bara í einhvern flottan bíl. Já, en það er líka, hvað gerðu og varst ekki með peninga? Bara, hei, Albert Einstein, fæ ég eiginandaráritun þér? Já, $1. Strákar þið með peninga? Hóstuðu upp $1 hérna. Já, hann var líka gáðaður. Já, mjög gáðaður.
Akkur minnst að þú ert að taka þetta núna. Næstu þú verið í Málend og kemur einhver sem ákar ekki henni. Og segir þú bara... Tala krakkar svona í kringu þig? Og segir þú bara 500 kall. Og þá bara verður það að pikki mömmu sína og græja það. Ég ekki Albert Einstein, sko. Ást hefur ekkert með hjarta þetta að gera. Það gerist allt í heilun. Þú náttúrulega alltaf að segja what the heart wants, what the heart wants. Já, það er bara bullshit. Þetta hefur ekkert með hjarta að gera. Þetta er bara heilin og þetta ætti líka bara að breyta fyrir mann öllum svona Valentínus og kortum eitthvað. Akkur að vera með sér hjörtu, þetta er bara heilan. Já, heila. Það er búið að ljúga öllum, út að segja það. Já, þannig að þegar ég var á Söðukrúki að skrifa ástarbréf fullur, þá var það heilin sem var á milljón, ekki hjarta. Ekki hjartaður. Reynda var slört á heilanum. Þú last þarna á maganum, nakin. Æ, hættu þessu. Það eru 2 réttir. Höfrungar og leðurblökkur sofa með annað augað opið. Já, með svo Steven Seagal. Það er grjóthart. Það óskar sér getið það. Alltaf tilbúin. Þú þyrftir eiginlega að gera það líka. Sofa með annað augað opið. Ég væri til í það, bara ég geta það ekki. Nei. Svo er það síðasta stjórnlega staðarinn dagsins. Það er ólöglegt í Tælandi að fara út úr húsi á þess að vera í nærfötum. Já, þá er þú handtekinn kallið minn. Ég ætla að segja það. Ég var ekki vinsæll í Tælandi. Nei. Þetta voru stjórnlegar staðarindir dagsins. Hver stóð upp úr fyrir Gilsarann? Eða DJ Muscleboy, sorry. Þannig að flóðhestur var skemmtilegur. Já, hann drepaði 3.000 og svo. En eina hérna er ekki skemmtilegur. En það er eitthvað svona flókið fyrir þeim. Bara er flókið. Þú vaknar á mótana, labbar í fattaskáp, það er eitthvað skúfa, það eru nærböksur. Ferði þær, og svona, tekur kannski, veit ekki, 4 sekundur, síðan ferði böksunar. Þessar auka 4 sekundur tekur sér að klæða sér nærböksur. Er þetta of mikið fyrir það? Heldur þú sér að reyna að spara tíma með það? Nei, ég er bara full satan að þessu nærböksnarleysi hjá þeir öðun. Hvað? Þetta kemur þér ekkert? Jú, þetta kemur með hellingsvið. Nei, hvað er ekki svo þú sett maðurinn minn? Nei, það eru, ég er bara með full satan þess. Út af því, sem kemur með fjórtús, þú segir, fetumældu mig. Já, ég þarf að klípa þig kveðin. Það gerist einu sinni á 3 mánaða fresti. Það er ekki svona að hafa eitthvað gríðarlega áhrif á þitt líf. Ég þarf að klípa þig kveðin, brjóskassan og lærið. Sem því að það gera niður þig. Ég þarf yfirleitt að setja því að klípa þig lærið. Hvað er þá í andlitun á mér því að klípa þig? Sefna það? Ekkert bara í andlitun, það er hann út allt. Bíladagar á Akureyri 14. til 17. júní. Skemmtu þér vel og varlega. Shell. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirlit, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Smára Bíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparta. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar. Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smára Bíó. Upplifðu leikinn í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala í fullum gangi. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smára Bíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1. Þjóðhátíð í Eyjum, 2. til 5. ágúst. Framkoma, Stuðmenn, Retro Steffsson, Ásgeir Trausti, Sálin og Skálmöld. Brennan, Blísinn, Brekkusöngurinn, Flugeldasýningin og Stemmingin. Náður í mið á dalurinn.is. Dalurinn býður. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið er yndislegt. Stundum, þá stelst ég til að fá mér einn ilmandi hlöllabátaleg heim úr vinnu. Segir svo bara við konuna að ég sé ekkert svangur. Hlöllabátar, ómótstæðilega freisting. 22 milljónir! Lottopotturinn er þrefaldur og þú heyrðir rétt. Hann stefnir í 22 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Kæru Íslendingar. Hamborgarafabrikan hefur opnað á jarðhæð Hótel Kea á Akureyri. Hjá okkur er galopið alla hvítasunnuhelgina. Hlökkum til að sjá ykkur sem flest. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi Reykjavík og Hótel Kea, Akureyri. Nú er Kringlukast í fullum gangi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur á 20 til 50% afslætti. Nýtt kostatímabil. Kringlan, af öllu hjarta. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Fast and Furious 6. Forsýnt helgina. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni?
Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir eru að hlusta hér á 2 harða þennan föstudaginn. Það 17. maí, allt að gerast. Og komið sumar, föstudagur og mikill fílingur hér í okkur strákunum. Egill aðeins spenntar en ég þar sem hann að fara að halda, ball í kvöld. Getið líka bara ekki beðið. Stuðla ball. Ég held að það ekki farið fram hjá neinum sem að hlustar á þennan þátt. Þar verður hann í einhverjum þröngum lýraból með glowstick, 33 ára gamall. Ég ætla að byrja í skyrtu. Það öllum, ok. Ég ætla að útskipta þessu. Nei, veistu ég góður. Ég ætla að byrja bara í skyrtunni. Æðislegt, ok. Sér þegar nær dregur að DJ Muscle Boy fara að rífi í græjurnar. Já. Þá hendi ég með lýrabólun og glowsticka með reylu. Ok, það allir. Ég verð með glowstick sölu þarna. Það sem ég vil sjá, þegar allt verður vitlaust og ég er að henda ykkur Gucci tónlist á, ég vil svona, það er búin að dempa ljósin að allir verður með glowstick í sölum. Það er stórkostlegt. Ertu ekki búin að vera að horfa bara eins og mikið á YouTube, Egill? Ég horfa á YouTube. Tiesto ekkert að mæta hana, sko. Ég hinn íslenski Tiesto staðinn núna. Reyndar út með vöða á DJ-ar. Hörðu, Tryggvi Guðmunds hérna þetta stúdíóð okkur. TG er alveg bæða fram, já. What a man. Já, hörðu, eitt sem ég ætla að ræða við þauðun. Já. Og ekki fara í ykkur á vörn. Þetta bara í spurt og svara? Nei. Það er á eftir. Ok. Þess ég ætla að ræða við þig núna. Já. Þegar þú varst að keppa í keilundaginn. Já, ég held að það maður spurt og svara. Já, ég veit. En þetta er óvænt. Óvænt topic of discussion. Hvað það? Ég var að tala við vinnina var Sauðárkróki. Sem þú þekkjaði frá þú varst a tiny little boy. Já, bestu vinni mínir með mér í keililiðinu. Já. Og ég fór eitthvað að ræða við þig og ég sagði eitthvað strákarnir þig og þið ekkert í þessu svo blöð að senda ykkur ástabrif og þú veist, með allt niður í sig. Og þeir bara eitthvað, nei, það var nú eiginlega. Þeir bara svo einn í því, sko. Og ég bara, Þeir vissi ekkert eins og af því, sko. Ég held að þetta væri eitthvað sér Sauðárkróks dæmi. Nei. Ég held að allir þarna hefur bara verið í þessu. Þetta var bara ég. Þetta var bara þú? Bara í mínu móki. Og þeir sögðu mér... Ég var bara romantic little guy. Já, þeir sögðu mér svolítið þinn. Hvað sögðu þið? Sem ég, vissi ekki þig. Nú, hvað? Sem ég ekki vissi. Ég held að ég hef verið með hár? Nei, ég held að ég hef mistið þetta svolítið út úr sér, sko. Þeir vildi ekkert þeir svona tóku þetta fyrir að bakkaðast með þetta og segja mér þetta. Ekki fara að ljúga einhverju upp á mig? Nei, ég er ekki ljúga einhverju. Nei. Ég var um að tala um þig og tala bara eitthvað af þér að þú var á rassunum að skrifa þetta bréf og bla 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 og sko þeir sögðu mér að þú væri búin að vera með einhverja strípinhneigð þá þú varst bara tiny little boy bara þegar þú hefur verið að klæða þú fötunum og sínaði allsberan fyrir krakka á Sauðárkróki. Það... Ertu eitthvað rugglaður í? Nei, hérðu. Það ekki leið með, ég var ekkert eitthvað að sína mig fyrir eitthvað að krakka og þú tala bara um eins og ég sé eitthvað barna, ekki leið með þig? Þú varst krakka. Hæ? Sko þetta hljómaði ógæðslega? Ég sé bara að fara á Sauðárkrók að bera mig fyrir krakka ekki leið með þig eða? Ákvæðu. Ok, sko, með umorða þetta. Já. Þú varst að bera þig fyrir krakka á þínum aldri. Nei, já. Ekki fyrir yngri krakka. Þetta var ekkert allan tíma sem ég bjóð á Sauðárkróki. Ég var með, vissulega, sem krakki var ég með strípinhneigð, já. Já, það er rétt. Það er rétt, já. Ok. Ég ætla ekki að fara... Ég var aldrei logið hérna í útvarpinu og ætla ekki að fara að byrja það núna. En það var samt bara, sko, það hætti mjög snemma. Ég óks upp úr því. Hvernig komum við svona fyrst fram strípinni? Það var ekkert á sama tíma og ég var að gera ástabriðið, þá var ég 17, þetta var svona þegar ég var 11 ára. Þá var ég hef líka alltaf sagt það, ég var óþólandi krakki, sko. Ok, og hvernig lístu þig, hvað varstu? Ég var bara að vinna fyrir mér. Þú vannst fyrir þig svona? Þetta hljóma ekki. Nei, sko, þetta var, hvað þetta hljóma illa. Það var bara til dæmis, ef við vorum í körfuboltaferðalagi, en ég meina, skemmtilega við þetta, svo vann ég við þetta þegar ég var fullorðinn. Ef við vorum í körfuboltaferðalagi, þá var kannski blöð, búin að eyða öllum peningunum sem ég ekkert snertikassa og þurfti að borða og þannig að ég spurði stundum, þetta var ekkert strípinu, en ég var svona mikið það því að það er einhvern veginn oft fyndið þegar maður á tippinu eitthvað og vinur mínu fannst það fyndið og það var hægt að plata mér allt fyrir rétt upphæð og þá var það kannski bara, ok, hvað fæ ég fyrir hérðan og fyrir þarna og reyna að panta samloku og svo fór ég, skilur, á
á limnum. Berrasaður. Hljófst á limnum og keypti samlók og fótt tilbaka og fæst cash fyrir það. Já, fekk kannski 300 kall. Og þeir búin að leggja í búk 50 kallar mann eða eitthvað svona. Stórkostlega. En ég ekki að þeir að segja þér það, þetta var samt ekkert eitthvað vandamál, það var meira bara svona flip, hver hefur ekki flippað í körfuboltaferðalagi? Tók móðin einhvern veginn eintala þess að auðin, hérna... Nei, mamma vissi ekkert af þessu, hvað heldur þetta bara verið eitthvað meðvita vandamál, þetta var sögur ekki, þetta var bara svona smáþróun í keppnisferðalum eitthvað, þetta var ekkert, það þurfti ekkert að leggja mig inn, sko, ég óks upp úr þessu. Hætti þú auðin minn að sína limin að þér? Nei, það var ekkert þannig, sko, en það var ég líka, þú veist, aldrei farið leynt með það, ég var ofvirkur og hefði örugglega verið á lyfjum. Það hefði verið mjög gaman að eiga þessi félagar um 11 ára. Ég hefði alltaf verið eitthvað svona... Já, sko, ég var alveg að vinsældi á strákunum, en ég var ekki að vinsældi á foreldrunum. Ég var náttúrulega bara bláa, sko. Já. Það var bara... Þú varst the devil. Já, veist, bara athyglisjúkur og... Síðan fórstu í strákunum og söppa og varst á limnum það líka. Þú veist ekki fara á liminu í smá tíma. Nei, við vorum vaknir upp á því líka, aftur. Þannig að, ég byrjaði svo að finna þetta eitthvað skemmtilegasta, sko, twist. Núna var gaman að finna eitthvað gamlan félag einhvern tímann sem var með þér eitthvað svona rút og varst að sína hérna, varst allsberðast. Ég var ekkert alltaf, þetta var, mér finnst það full gróft að ræða þetta eins og þetta að vera eitthvað vandamál hjá mér, sko. Það var ekkert tannig. Auðvitað, fyrsta skrefið... Ég var ekkert sjúkur í að sína mig beran, sko. Fyrsta skrefið að viðurkenna þetta. Ég var að viðurkenna þetta fyrir þér. Og ég er bara vaksin upp úr þessu. Virkar einhvern veginn svona smá in denial konceptan í gangi? Ég get líka alveg lofa því, það er ekki eins og þú hefði verið eitthvað kórdrengur þegar þú varst yngri, sko. Ég var bara í Kópavogi. Já, og hvað með það? Það var ekkert svona rugl í gangi. Og menn ekkert að fíblast í Kópavoginum? Þá var bara eitthvað skotbolta og okkur, dæmi. Já, ok, bara bauga og... Þetta hefði mikið, menn hljóta að fíblast það líka. Þannig að herðið spurt að svara þá bara eftir það. Þau tökum bara eitthvað að jafna mig og... Jafna, það er ekkert að jafna, þetta var bara voða þósi. Nei, þetta var bara voða ræðsandi. Maður þarf að gera það sem maður þarf að gera. Ég átti ekki pening. Nobody without telling me. Sunglasses and Advil. Last night was mad real. Sun coming up 5 a.m. I wonder if they got cabs still. Think about the girl in all leopard who was rubbing the wood like Kiki Shepard. 2 tattoos, 1 red, no apologies. The other said love is cursed by monogamy. That's something that the pastor don't preach. That's something that a teacher can't teach. When we die, the money we can't keep, but we probably spend it all cause the pain ain't cheap. Jay-Z og Kanye West hér með No Church in the Wild. Þið eru að hlusta á 2 harða, klukkan 10 mínútur yfir 5. Það er væntanlega stuðla hjá þér eftir þetta, Geir. Það er 100%. Veist það nú ball? Já. Varstu búin að velja einhvern vibba? Nei, engan vibba. Stórkostlag. Ok. Og þú ætlar að elska það því. Það er alltaf sungið í því. Þú hvort alltaf mikið ekki sungið í lögunum. Veistu á hverju ég fór að spyrja á því í stuðlag? Af því að næsta lag hjá mér er mikið stuðlag og ef ég var með stuðlagaball, þá myndi ég setja það. Já, það er mitt. Hérna... Þú þarf að heyra þá eftir, hvað lag það er. Ég get ekki beðið. Og þið, kæru hlustundur. Eitt koncept. Blondale. Já. Erum við að fara í spurt og svaga núna? Það er þetta búið að vera ágætis pása á því. Þú er ekki náða að hrósa sjálfu þér lengi, þannig að, já, hendið á mig. Hvað áttu? Náða að hrósa sjálfu þér. Alltaf byrjar þessu. Hvað ertu búin að kokka þennan Ég er búin að fá málið þér, þó ég hef ekki verið með... Ekki verið mig samt, ég nenni því ekki. Nei, hérna... Þá verður að spurt og svaga því. Já, ég hef ekki verið hérna með þetta lengi. Samt verið spurningar að komast drittið þinn. Dælast á því spurningarnar. Hörðu, hann Friðjón sendi einn spurningu. Frippi. Já. Og hann segir, sæll man of music. Man who loves how to throw a good party. Maðurinn sem veit hvað fólkið vill. You aim to please. Jesus. You fear no change. Voðan allir með það alltaf. Virðist ekki hræðast neinar breytingar. Já, herru, komdu þér í spurninguna, maður. Hann er að skrifa þetta, hann Friðjón. Já. Hlakka ykt geggja til að koma. Hvað er hann, 12 ára? Hvernig fæði maður svona stórkostlegan tónlistasmekk? Fæðist maður með þetta eða getur maður unni í honum? Eða með öðrum orðum á blöðpúp sjens? Hvað er Friðjón?
Þannig að spyrja hvort þú fæðist með að viðbjösta tónlistarsmökk. Nei, hann er þessi sem þetta fara á stuðlaðaballið, þetta hefur hann aldur. Friðjón? Vildur þú vera? Já, veist, hvað hugsaður hann var í gammal þegar þú varst að hendi í þessa spurningu? Hvað ímyndar er það? 25 sekúndur. Já, ok. Sko, málið er að hérna... Ekki sko málið er, þú er topp foreldra, Ester og hérna Einar eru æðislegt fólk. Þannig að það er ekkert að kenna þeim þetta. Where did it all go wrong eins og besti vinur George Best spurði hann á sínum tíma. Hvar byrjar þessi hörmulegi tónlistarferillin? Þetta er ágæti spurning hjá hann Friðjóni. Málið er þessi tónlistarsmekkuðin alltaf. Þetta er einlega tónlistarsmekkur. Þú ert með áhuga á þessari tónlist. Já. Þessi með áhuga á þessari tónlist. Sem er eitthvað alveg rétt, menn með að hafa áhuga á hérna þessum. Og mér finnst svolítið leiðilegt að það séu allir bara, hálfvitar. Sem er ekki, hlusta ekki á Creed og Nirvana eins og þú? Ég hef aldrei sagt það, ég er ekkert að hlusta á Creed og Nirvana. Ég er bara ekki að hlusta á Scooter. Scooter er búin að vera á toppnu núna, svo 96. Manstu þú einum smábæ í Þýskaland? Manstu þú varst hérna á Sauðárkróki? Manstu ekki Sauðárkróki 10. bekk? Jú. Og þá voru böll og þá var lag svo Move Your Ass vinsælt. Manstu ekki eftir því? Move Your Ass! Og það var allt vitlaust, diskotökunum. Stórkostlegt, hörðu, hver er með grunað, þetta var 96, að 2013 var hann ennþá að dæla út hittur. Hann er ekkert að því. Hann er að því? Nei. Jú, hörðu, hann er ekkert svona lítinn hóp, já. Nei, hann fyllir allar, ég segir, ef að Scooter kem til landsins núna bara næsta mánuði, höllin er full. Hann kom, fyllt hana, kom aftur, fyllt hann ekki. Jú. Nei, hann fyllt hann ekki þegar hann kom aftur, staðfest. En hann fyllt hann þegar hann kom fyrst? Já, rétt. Skif hann það. Allavega, önnur spurning maður. Hörru, þessi reyndar, Jón er með þessan. Af hverju heldur ekki Blöðpúp? Hann segir... Þú sagðir að þetta var ekki mig. Máli er, það sem skýtur þetta, þessi segir ekkert eitthvað Man who fears no change og eitthvað. Þessi kom mér beint að efninu. Já, það er ágættis tilbreyndinga. Og hann sagði bara, af hverju heldur ekki Blöðpúp óstuðlaga ball með sinni þunglindist tónlist? Ertu 5 ára í þetta? Nei, hann segir þetta, hann Jón. Síðan segir hann, það er með örugglega 1000 manns vilja koma á spott með glowstick og hlusta á Black með Pearl Jam. Mjög líklegt eða þannig upprópunamerki. Hvað er þessi 10 ára líka eða? Nei, bara, og hvað er Jón? Og fyrir auðvitað það, hver hlustar á Black með Pearl Jam með glowstick? Þetta er eitthvað skot á þig. Já, þú hlustar ekkert á eins og Pearl Jam og svona hljómsveit, það ert ekki að vera með glowstick eins og vitlesingur, sko. Það er alltaf gaman með glowstick. Og ég er óstuðlaða ball, þetta er bara tónlist sem hlustar að heima. Ég segi bara, hendi í þetta, óstuðlaga ball, með púp. Viltu að heyra hvernig lag væri ef ég var í DJ hefur í kvöld? Já, hvað er það var eitt? Þá myndi byrja á þessu þegar ég á labbisalinn. Þú hugmyndasmiður. FM 957 leitar að nafni á nýja morgunþáttin sem er farin í loft. Komdu inn á fm957.is og deildu með okkur þinni hugmynd. Sigurvegarinn í keppninni verður leystur út með splunkunýjum iPad mini frá eSímanum. Komdu inn á fm957.is með þína hugmynd og hlustaðu síðan á Sverri Bergmann og Óla Jóels á morgnana milli 7 og 10 á FM 957. iPhone, iPad, iMac, MacBook og allt annað sem Apple-launandum þarf. eSíminn, Skibolti 21, sími 534 1400. Túborg kynnir, laugardag, á Faktori, FM Belfast, Retrobot, Vök, 2000 kalli. Tónleikarnir hefjast klukkan 23:00. 20% afsláttur ef greitt með bláakortinu frá Arion banka. Forsala miða á miði.is. Frá einum besta leikstjóra samtímans, J.J. Abrams, kemur ein magnaðasta hasarmynd ársins, Star Trek Into Darkness. Gagnrýnendur eru á einu máli. Þessa mynd verða menn að sjá. Star Trek Into Darkness, komin í bíó. Jim Beam og Sobieski kynna Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. Krappís Ingifjöröl kynnir lifandi tónlist öll kvöld. English Pub við Austurvöll. Nú færðu stöðvarlanglóku og hálfslítra gos á aðeins 699 krónur með orkulíklinum. Stöðin. Hvad med en iskold chokolademælk? Taktu eina kalda með í dönskuprófið. Súkkulaðimjólk frá MS. Vissið þið að smálánkriti er fyrir common! Þetta er ekki flókið. Nú er hægt að fá lán upp á 150.000 í alltaf 90 daga. Kredja einföld þjónusta. Fast and Furious 6. Forsýnt helgina. Smárabíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparta.
Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar. Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíó. Upplifðu leikinn í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala í fullum gangi. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir hafðir hér með ykkur á FM 957 í útastættinum FM 95 Blö. Blöndal og Egill Einarsson til 6 í dag, DJ Muscleboy, eins og hann kallar sig þennan föstudaginn. Það var hann. Það er ekkert nafn sem er að fara að festast við, samt svona eins og Störi eða Þykki eða eitthvað þannig. DJ nafnið mitt. Já, bara DJ nafnið. Tiesto, náttúrulega bara Tiesto og Guerra er bara Guerra, skilur. Já, en sko, Ég er Muscleboy. Já, en þú veist, ef að menn hitta hann, þá kallaður örugglega, hei, Guetta, hvað segirðu? Fattur þú? Og örugglega saman með Tiesto. Ég er ekkert menn með að segja, hei Muscleboy, hvernig ertu? Ég er ferskur. Ég hef bara ekki verið betri. Það tók mjög langar tíma að finna álfuru nafn, sko. Hey, Muscleboy, hvernig ertu? Ég er bara mjög góður. Ég er bara ferskur. Bara good shit, sko. Til að hafa mikið með daginn, Muscleboy, takk. Þannig að þú vilt bara jafnvel að þetta verði nýja nafnið þitt. Já, ég er að pæli því. Mér finnst það skelfilegt. Nei, mjög gott. Mér finnst það fyndið. Sko, eina sem ég er að, Auðun, við ætlum að gefa núna. Við félagarnir erum að fara að gefa núna flöskuborð á spot. Já, við erum líka að fara að hringja, sko, í sigurvegarann í, VIP-leiknum Keflavík Music Festival. Það er hér eftir. Erum við að fara að gefa félagarnir? Já, greinilega. Ok. Og sko, sá sem að vinningshafinn í Keflavík Music Festival leiknum, hann er að fara að fá VIP backstage passa, þannig að hann getur fengið að hitta allar stjörnurnar. Reynda verður ekki DJ Muscleboy þar. Hann fær gistingu á Hótel Keflavík frá 50 til sunnudags á meðan hátíðin stendur yfir. Hann fer út að borða öll kvöldin á pizzahúsinu, gjafakort í Bláa lónið. Túborg og Smirnoff munu sjá til þess að vinningshafa fá nóga veitingum alla helgina. Þannig að þetta er veisla sem við erum að fara að draga út hérna eftir. Minni á það, en það er ekki strax, það er hér eftir. Og sko, ég er að fara að gefa eina flösku í með svona Facebook-leik í gangi núna, dreif það út kl. 6 og síðan er ég núna að gefa flösku hér. Þannig að við erum ekki ástuði félag. Ég sá á netinu og ætlar að gefa mér hann, ég hef ekkert með hann að gera, bara ferskur. Já, bara, þú veist. Ég vill hann ekki. Það væri gaman. Nei, ég er góður. En þeir eru ekki búið, þú mátt ekki koma. Má glemma að segja það. Kemst ekki. Við erum byrjað með leik sem við ekki verið með lengi. Já, ertu komið með eitthvað góða kvikmyndalínu það? Já. Ok, þannig að þú segir kvikmyndalínu, en það er aldurstakmark á að vinna flösku á DJ Muscleboy. Já, þú ætti að vera 20. Þú ætti að vera 20 ára? Já. Ok. Annars kemur Átni á spott og pakkar þið saman. Já. Og og þetta er mjög einfaldur leikur. Ég les setningu, þú hringir inn, segir hvað mynd þetta var, tja-tjing, kom með flöskuborð fyrir alla félagina, alla vinkonuna hennar. Ok. Pá. Já, ef þú ert honum tvítur. Já, það er svoleiðis. Já, ok. Tilbúinn. Góðum með línuna á banna að googla. Banna að googla? Já. Heyrið það núti? Nú er þetta að segja öllum að googla. Nei. Ok. It's been 2 whole weeks since I killed me a man. And already I'm starting to get itch. Problem is, I got nothing to scratch. Hungry for action. Hungry for blood. Hell, I'm just plain hungry. Feel like I'm getting weaker. While Charlie's getting stronger in the jungle. Gotta maintain discipline. Gotta keep up my strength. Cause the hard reality is, I gotta get a job. Hvaða bull var þetta? Nú tel ég mig ágætt en það er að kemur að kvikmyndum. Ég kem af fjöllum. Já, þetta er... Ég er með að challenge. Hendur þú bara í erfiðustu kvikmyndaspurningu allra tíma? Þetta er að challenge. Sjáum FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú? Segir mestari. Ég segi drullu fínt bara. Nei ekki, hvað er gamall? Ég er 22. 22, já, komið aldur. Ertu á leiðin á Stuðlagaballið í kvöld? Ég er nefnilega á leiðin. Það er ekkert annað. Þannig ákveði að ringja. Auðvitað. Ég veist þú úr hvaða mynd þetta er, þú er miklu meistari. Ég myndi giska Rambo. Rambo er rangt. Já, þetta er góð ágiskun, mjög góð ágiskun meistari, en því miður og þú getur reynt að hringja aftur, annars bara skálu við félagarnir í kvöld. Ég er til það. Takk fyrir að hringja. Við getum þurft að gefa ykkur vísbendingar hérna, Egill. Það er eitt búinn að hringja. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag, hvað heitir þú? Aron heiti ég. Aron, sæll og blessaður. Blessaður. Ert þú á leiðin á Stuðlagaball? Það er planið, já. Það er planið, það er ekkert annað. Of course. Hvað segir þið, Aaron?
En hann að skemmta, þannig ég kennst ekki. En hvað segirðu, Aaron, veistu úr hvað mynd þetta var, eða? Ég ekki klára, ég ætla að skjóta Rambo sjálfur, sko. Já, það mjög góð ágiskun. Já, þannig að ég var að spája að skjóta Statham minn, sko, þá. Einhverja mynd með Statham? Crank. Nei, þetta er ríkal erfitt eitt, sko. Ég var að sjá svarið á Agli núna. Þetta er bara djók, sko. Við erum að gefa fólki a challenge. Það er alltaf skammað fyrir þessu oflétt. Ég veit það, en við erum með mjög svipaðan smekk þegar það kemur á kvikmyndum Egill og erum ofta að leika okkur með svona línur. Ég hef aldrei getað þetta, samt hef ég séð þessa mynd og mér finnst hún fyndin, sko. En ok, við gefum vísbendingu eftir. Takk fyrir að ringja. Það er búin að gefa vísbendingu, mér finnst hún fyndin. Já, þetta er grínmynd. Menn ekki að fara... FM. Já, FM. Hvað segir þá? Við erum feskir en sjálfur. Við erum mjög góður. Herru, kvikmyndarfunningin. Já. Major Payne, það ekki? Það er hárrétt, þetta er Google. Sástu hvað hann var yfirvegaður? Það hefur verið alveg reynskilið, þú googlaðir. Nei, reynda að googla ég ekki. Ég veit ekki af hverju ég myndi þetta. Nei, þetta er góð setning. Hann liggur í rúminu heima, nýbúið rekan og hernum, hann er ekki múið að drepa gæi í 2 vikur. Eina línan sem ég kann úr Major Payne og hefði náð hér, var það ekki Major Payne sem var Killing is my business and business is good. Það segir Killing is my business, ladies, and business is good. Hvað heitir þú, vinnur? Siggi, heiti ég. Siggi, Egill þarf að fá fyrstu sex í kennitölunni. Sigurður hvers svona fyrstu sex í kenni bara, það ekki eitthvað konseptið? Sigurður Guðmunds. Ok. Siggi Guðmunds. Út að fara að vera maðurinn í kvöld með flöskuborð? Já. Það er bara svoleiðið, sko? Já. Manstu fyrstu sex í kenniða? Manstu fyrstu sex? Já, ég held ég munna. Annars er verið nekkit á þetta ball að gera. Jú, reyndar. Þið er ekki svona ball fyrir fólk sem mann ekki fyrstu sex í kennitölunni. Það er 20.04.82. Ok, 04.82. Snild, Siggi, en ég verður bara ég bara læt Átna á spott fá nafnið þitt og þú mæti bara með félagunum og ég ætla að frítt flöskuborðinu í félagana. Klárt. Góða skemmtur í kvöld. Takk fyrir að ringja. Ok, nörd, bye. Það var ekki flókið, hann var með þetta Major Payne. Já, málið þetta er samt, ef þú hefur séð Major Payne og viðst á fyndin, þá er þetta alveg eina fyndnustu setningur í myndin. Ég elska þetta, liggur í brúmið þannig og það er ekki búið að drepa gæði 2 vikur með frákasenginni. Hann náðu þessu allavega. Það voru flestir sem voru að hugsa út í Rambo. Lánsið út í kvikmyndalengi félagarnir. Já, þetta var fínt þér. Við óskum Sigga til hamingju með þetta. Góða skemmtur í kvöld. Þeir sem er á leiðin á ballið. Nú komið nóg að þessu stuðlega balliðinu. Þetta er skemmtilegt lag og gríðalega sexy myndband við þetta lag. Sá það daginn. Já, ekki það þessu myndbandi. Einhverju sexy gæðar hana? Nei, svona meira sexy píur fannst mér. Ok. En flott lag, Blurred Lines. En ég ætlaði að spyrja það núna, Egill. Ég glemdi að spyrja það er alveg ótrúlegt að klukkan sé orðin 5:30 og ég sé ekki enn búinn að spyrja það þessu því að þetta er bara einhvern veginn gleymst hér í umræðinu. En hvernig smakkast ullasokkurinn? Hvað ullasokkur? Hvað ullasokkur? Kannski ullasokkurinn sem að Eyþór Ingi tróð ofan í gær. Ísland 12 stig. Þú ert búinn að væla það hér í 3 vikur að það sé ekki séns að Ísland fara áfram í Eurovision. Þess vegna ætlar að halda stuðlaðaballið þetta föstudegi af því að yrði svo leiðileg partí á laugardegi. Nei, herru, Eyþór Ingi slétta sér hárið, hendi sér upp á svið, kominn áfram. Tróð ullasokk ofan í þig. Mér finnst bara að skrýta að þú getur talað hérna í stúdíónu. Já, ég segi það réttu. Já, hvernig smakast hann? Ég tek hann sokk. Já, hvernig smakast hann? I'll take it. Hvernig smakast hann? Hann er góður. Ekki? Jú, ég hætti bara byggjum svo saman. Málið er, ég tek hann sokk. Út af því. Þú getur ekki hann. Þó að með ég bara verði viðurkenna það. Ég held við myndum ekki fara á brillum. Ég var hörnubólum. Það fór ekki fram hjá neinum. Já, og við fórum áfram og ég var glaður. Ég fagnaði fórum áfram. Ég vil, það er skemmtilega á Íslanda á morgun inni í keppninu út. Að sjálfsögða. Partíin. Ég hef aldrei sagt að ég sé ykkur gríðarlega aðdæmdulegin og ég hef oft rætt það, mér finnst það skrítið að vera íslensku, þó sem náttúrulega margir ánægð með það, íslensku, þetta sjó íslensku og alltaf. Já. En ég sagði alltaf við þig að auðvitað gæti hann alveg farið áfram og vona þetta lag er ekki martru þó maður sé kannski ekki stærsti aðdáandi þess. Ég var 100% en þú varst bara eins og ég veit ekki hvað hérna, bara eins og eitthvað jarðýta. Ég var 100%, en málið er En þú fegst ullasokk í kokkið. Ég fekk ullasokk, en málið, veistu af hverju hann vann? Ég sá hann ekki að hann var bara frábær. Lægið er náttúrulega alveg eins, en hann bara stóð sig gríðarlega vel á sviðinu og var Íslandi til sóma. Sástu flutningin? Já. Sástu dítailin í restina? Veistu hvernig hann fór áfram? Já, þegar hann tekur inn að nefann. Kreftið nefann. Hann hélt höndinni opni, það var zoomað á höndina og síðan leið og lagi kláraðist. Kreftið nefann. Já. Það er ástæðið fyrir að fóra áfram. Það move
Var rándýrt múf. Svona múf virkar. Jóns í svörtum fötum hérna á sínum tíma, hann splæsti ykkur að stærstu æð sem sést hefur bara í íslensku sjónvarpi þegar hann var að keppa þarna í Eurovision. Það var ekki að hjálpa, þetta virkaði eins og. Já, þetta svona detailar virka. En síðan er spurning. Hann pakkaði saman. Eyþór Ingi, 12 stig, Gilsinegger, 0 stig. Því líkt KO. Skýtt ekki í þig. Ég er að fatta það núna. Aðalkeppnin á Laugardalinn, þetta var forkeppnin, sko. Það gefði mér ekkert óvart að það verði fyrir ofan Kaskada. Já, þessi var helviti góður. Það veist það. Það yrði rosalegasta rótök allra tíma. Þú mátt kúka á mig við ef við erum fyrir ofan Kaskada. 0. Nei, ég bara að segja það. Ég er feskur, sko. Nei, ég er bara engan áhuga á því. Það er bara, ég er að segja málið það er ekki fræðilegur. Sko, Kaskada er ekkert spáðun eitt rosalega góðu gengi í þessari keppni. Stundum eru bara spámenn maður niður sig. Eins og þú. Spáðun eitt og fær ekki á hann. Já, ég bara verði viðurkenna það. Ég tek þann sokk. I'll take it. Ég sagði það á hann. Veistu það, ég held bara að þú ættir að hætta að tjá þig opinberlega Eurovision. Akkur? Fyrst ykkur Friðrik Ómar, hann setur eitthvað stærsta ullasokk í kokkiða sem sést hefur, glimur hæst í tómri tunnu, þú vældir í viku, hann tók og pakkaði saman. Svo núna tekur Eyþór Ingi, bara slettir að sér hárið, neglir sér upp á svið og búm, jarða þig. Slettan sérstaklega á sér hárið eitthvað fyrir þetta? Hættu bara að ræða Eurovision-iðil, því að þú ert búin að verða þetta skamma núna, oftar en einu sinni og oftar en tvisvar. Þú veist, þú virðist ekki að vita þessu. Meirinn helmingurinn á landinu spáði að fara ekki áfram, sko. Þetta er ekki bara ég, sko. Enginn jafn hart og þú. Öllum skoðanakönnunum, það var bara 60% ekki áfram. Veist, af hverju fólk hélt við erum ekki áfram á auðun? Þetta er leiðilegt lag. Punktur. Nei. Það vex saman. Nei. Nú er allt í náttúrulega gott núna. Nei, ég segi ekki að það sé gott. Það er ekkert, ég sagði aldrei að vera leiðilegt. Ég sagði að þetta væri bara ekki svona Eurovision-lag. Já, og málið við sko, það sem verður vandrarhald á Laugardalinn er, þau fáum 0 punkt. Þau verðum neðist og bara með 0 punkt. Ætlar að halda áfram að vera með leiðindi eftir að hann er búinn að sokka þig. Í alvegni. Á hverju segir ekki bara núna, það verður nú gaman ef það gangi vel á Laugardalinn. Þetta vona ég að gangi vel. Ég er Íslandíkur. En málið er því miður. Við erum ekki að vera að vinna á Laugardalinn, því miður. Við erum ekki að vera að vinna. Nei, ok. Glemdu því. Og hérna ég meit draum á Laugardalinn. I got one dream only. Að þeir verður fyrir ofan Eyþór Ingi verður fyrir ofan Kaskada. Já, þá máttu kúka á mig, sagði hann. Ég hef bara engan áhuga á því. Fyrir mér auðlýsingar. Með afsláttarþrepum Orkunar er í fyrsta sinn á Íslandi veittur afsláttur á eldsneyti í samræmi við eldsneytiskaup í mánuðinum á undan. Skráðu því í afsláttarþrep Orkunar, veldu þína stöð og fáðu alltaf 10 króna fastan afslátt. Orkan, afsláttur alveg vinstri hægri. Vilt þú læra að búa til tölvuleik, flytja mál í dómsal, hanna burðarþol mannvirkja, stofna þitt eigið fyrirtæki eða rannsaka sálarlíf menntaskólanema? Háskólinn í Reykjavík er leiðandi háskóli á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði, lögfræði, sálfræði og tækni og verkfræði. Nemendur í HR er í góðum tengslum við atvinnulífið og geta tekið hlut af náminu erlendis. Kynntu þér námið á hr.is. Látum ekki ólíkar skoðanir okkar stíga okkur sundur. Nýtum þær til þess að komast að upplýstari niðurstöðu í sameiningu. Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-aðild xnei.is styður þannig boðskap. 1, 2 og 13 leikir. Þið veitu hvernig það virkaður, elskuta mínar. Komum svo, tippa! Það eru 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. 1x2 við tippum. Elements og hinn 4 frumefni á Factory laugardagskvöldið 18. maí. CCA, Oculus, Kid Mystic og Sean Danke á samt plötusnúðum Elements. Sjáumst á Factory 18. maí. Þú getur slakað aðeins á og keyptir smá tíma. Og það með afslætti. Þú reddar bara kvöldmatnum á stöðinni. Panini, borgari eða dýrindis kjúklingasalat. Og afsláttur með orkuleiklinum. Stöðin. Þarftu lán? Ertu viss? Ef skynsemin segir þér að þú þurfir örugglega lán, farðu þá á Múla.is. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Komdu út að hlaupa. Þú færð allt fyrir hlaupin í Intersport. Mikið úrval af hlaupafatnaði og hlaupaskóm sem vernda og styrkja fæturnar. Intersport, alvöru sport. Ertu á leiðin á Keflavík Music Festival eða þjóðhátíð og leiðist að tjalda? Forsalan er hafin á rentatent.is. Drektu í þig sumarið með ferskum og frískandi Floridana sumarsafa. Floridana. Lifðu vel.
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Tveir harðir í FM 95 Blö. Rihanna hér með Where Have You Been? Where Have You Been? Já, það svona með hennar betri lögum, segna það. Ekki það, hún nóast lögur þessi stúlka. Ég heldur ég viti ekki hvað þú ætti að reyna að gera þau. Nú er ég búin að vera með það lengi út af hennu. Var nú bara afkynna hérna lagið. Ég veit hvað það er að gera. Hvað er ég að reyna að gera núna? Nú klukkan 17:44. Rétt hjá þér. Og það kortir þátturinn búinn. Já. Er stuðlagið búið? Nei. Ég er að vera geðugur á þessu. Hvað? Þú ítrekkað reynir að skópla stuðlaginu sem aftast. Já, alls ekki. Ég er bara, það búið svo mikið að vera hjá okkur. Já, það ekki. Allir brjálað að gera hjá okkur, þannig að við komum því ekki að. Þú er ekkert minnst á það. Ég glemt þessu. Nei, ég veit alveg hvað að gera. Ertu sem sagt með stuðlag í dag? Já, ég er með stuðlag í dag. Og það er að keyra fólk, fólk byrjaði að keyra sig í gang fyrir stuðlagaballið. Minna að mæting að húsi opna 10, skilur, þannig að fólk er byrjað. Hvað kortið vil ekki lega fólk að klára að vinna fyrst, eða? Vinnum ekki til 6 á föstudöfum, nema ég þegar ég er í IKEA. Nei, þú var fullt af fólki. Það eru einhverju konni í stuð fyrir balli. Ok, sko, málið er Auðun. Sko, en eitt sem að ræða en áður við setjum trailerin í gang og keyrum allt í gang. Hvað? Ok, ég veit, þú ert núna að fara að gegga út með eitthvað grín, eða festitjóri í Laugarsvelli eða ekki, til styrtar langveiku börnum, sem er fallegt, því að gott málefni, fallegt. Ég get ekki velt yfir því. Þú getur ekki töðað því. Nei, ég get ekki töðað því, en ég er að gera góðverk. Já, þú ert að gera góðverk. Maður á að gera eitt góðverk á dag, það er mottóð mitt. En, þú ert búinn í Laugarsvellinni, kl. 12. DJ Muscleboy myndi segja, hvað er líklega á svið? Svona, ég er ekki bara að plana kvöldi til að meta stemningun og hvað sem veist. Ég myndi segja að DJ Muscleboy sé að fara að spinna eitt shit, myndi giska. Myndi svona líklega 0045 eða 0030 kannski. Þá DJ Muscleboy upp á svið. Rikki G tekur vaktina þangað til. Að þú nærð Muscleboy. Já, en þá er ég bara búinn að vera að vinna og svona. Já, ég veit það. En, þú veitir bara að fá loforð. Stuðlaga, konceptið var búið til þessu þætti hérna. Já, ég get ekki. Þú verður að segja núna, ég mæti á stuðlagaball Gilsanans kl. 00, ég er búinn að gigga í Laugarsvöll. Skoðum þetta, þetta er í fyrsta sinn sem ég vill setja á trailerinn. Sko málið, þú átt að þú ert að halda upp ammali eitt fyrir. Já, þetta er svona, ég átt ammali mánudag, nákvæmlega. Já, fyrir stuðlagaballi. Ég get lofað því, ég hefði alltaf komið í það. Þú veist að ég er það mikið ammælisbarn, ég hefði alltaf komið. En þú verður að koma að kissa mig til aðmyggju kl. 12. Herru, veistu hvað? Næ, hann er hérna. Ok, jó, ég skal... Þú veist að fara að ljúga mér að trailer Dótturinn á tölunni. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put some energy. Are you ready, Iceland? It is time. 1 year ago, he was not a DJ. Today he is the most respected DJ of all time. Are you guys ready for Stuðlagið? Oh my god, is that DJ Muscleboy? Oh my god, girls, hey, it's DJ Muscleboy. DJ Muscleboy. Ready or not, here is DJ Muscleboy. Tilbúinir ekki, hann er komin þetta DJ Muscleboy. Elskar DJ Muscleboy trailerinn minn. Einn virtasti DJ landsins. Hvað er hann að fara að hendi í núna? Ég ætla í Þjóðverjan. Kemur óvart. Hann er oft. Þetta er oft Þjóðverjar og oft belgar. Já. Er þetta ekki síðan, sko, að því að ballið er í kvöld, þá er þetta bara svona síðasta stuðlagið. Þessi var helviti góður þar. Er það ekki málið? Jú, líklegt. Nei, það verður stuðlag næsta föstudag. Þetta er dagskrárliðurinn minn. Og tekur þennan að mér. Hvað á ég þá? Og þú er búin að eyðileggja first date. Nú, þú ert að reyna að selja með þar inni. Þú sem eyðilegja það. Það kostar á mikið cash að vera þessi síðu. Þannig að
Já, og spurt og svarað, alltaf gagnrýna það, ósáttur í spurningarna sem fólk sendir inn. Þannig að þetta er eini dagskrálinn sem ég á. Hvað hérna, komdu með hvernig? Já, hörðu. Já, ég ætla að búa til eitthvað nýjan dagskrálinn kannski. Já, það er mjög snöðið þetta er. Þannig að fyrst að first þetta er dætt út. Hérna, hörðu, já, skrifaði Jan Wayne. John Wayne? Ekki John Wayne, nei. Jan. J-A-N. Já, hann er komið hérna. Já. Hann á reyndar alveg nokkuð lög. Hvað vibba eru að fara að hlusta? Everybody because the nights. Er það hérna because the nights? Já, hendur í gang. Er hann búin að eðalega það? Hann er ekki búin að eðalega, hann bara keiraði í gang. Ég elska svona gömlu klassísku lög, þau eru keirið í gang. Það er þetta skásta þú ert með eitthvað svona, því að það var alltaf að sungið. Mér finnst viðbjóð þú eru hendur í svona stöðlög sem er ekki sungið í. Mér finnst það bara, þá að syngja lögum, sko. Þannig að það er væntanlega að sungja þessu lagi. Já, mjög flottur söngur. Það er komið hérna. Þetta er nú bara eins og gamla góða. Þetta, ég hendi 100% þetta. Nights belongs to lovers. Stuðlagið þennan föstudaginn hjá Gersaránum John Wayne because the night. Málega þessi John Wayne gerði þarna, tók gott lag, gerði það betra. Nei, hann eyðilaði það ekki. Gerði það betra. Þetta er reyndar eitt versta tónlistavídeó sem ég séð á æðminni. Hvað var þetta að tekið upp á Gemsa eða? Þvílíkur horfbjóður er þetta, maður. Akkur er það lélegt, hvað þetta er viðbjóður. Það er ekki mikið lagt í vídeóin hjá John Wayne, það er nokkuð ljóst. Þetta er gamalt, það var ekki í HD komið, slaka á. Reyndar skal ég gefa það að þetta er með 2,2 á YouTube. Þú stundum með stöðlu, var ekki komið HD, þetta er 2009, dreftu mig ekki. Var komið HD þá að? Nei, hvað heldur það, allir bara með Túbusjón 2009? Ég kom með nýja pumpformist, tek fyrir æfingu. Þetta kom með? Nýja pumpformist, tek fyrir æfingu. Svona pre-workout sem við pumpaðum allan upp, við gerum með lítið þar að massaðar en ég er. Þú tekur nú pre-workout fyrir æfingu líka. Það heitir Pump HD. Nú ertu komið með pumpið í HD líka. Þannig að þeir hafa hugsað okkur, gæðir eins og búið til fæðbútinu, hörðu strákar, það er allt í ykkur á HD og það er mjög vinsalt. Þau ekki bara hendi ykkur pump og sem bara skemmur strik, HD. Þeir ætla að taka þá les. Ætla að sé high definition. Er þetta high definition pump? High definition protein. Pump allan að vel upp. Verður þetta lag í kvöld 100%. Sem vorum að hlusta á? Málið er að segja hvernig ég ætla að læna þessu upp í kvöld. Nei. Málið er, ég vil að segja það. Ok. Málið er að ég er að stíga með fyrsta skrif í DJ-bransanum. Það má enginn vera, sko, fólk í the crowd má ekki vera, hörðu, Gils að vera ekki með fullkona skiptingu þarna, þetta er fyrsta DJ-kvöldum minn. Slakið á. Ertu byrjað að afsaka áður að ef það gerist að bara svona kemur einhver svona og þögn. Allar ekki að skratsa, gera DJ-ið það ekki? Ég vil alltaf þetta sem DJ-inn að gera, ég er í því. Sko, en málið er að ég ætla að vera með gott tempo. Ég ætla að vera bestu partur öllu lögunum. Ok. Þannig út af þessi... Þannig að þú klárar ekki lögin? Nei, þetta er kannski út af þessi lögur kannski 5 mínútur. Besti parturinn er kannski 1,5 mínútur. Þetta er 13 mínútur? Já, ég sé það. Besti parturinn, næsta lag. Hraðar skiptingar. Já, þú ert að vinna með það sem DJ. Já, ég ætla bara að segja það. Já, sniðut þér, mjög snakk. Thank you. Það er ekkert vitlaust ef þú ert DJ að spila bara besta parturinn úr þessu lögum. Því að sumt af þessu er náttúrulega bara djöfla síra, sko. Nei. Ég er spáð að spila D-Devils til heiðurst þér í kvöld. Þegar þú hatar D-Devils mest af öllu sem ég spila. Nú er ekki að grínast eitt, slepptu því leið. Ég vil að vera gaman hjá þér, ég vona að fólk skemmti sér. Taktu þá síru og slepptu henni. Það er að gera með eitthvað þess, bara út af því að það er ég og Amali. Þannig að fara á YouTube-unum með fram, að skrifa aðeins D-Devils, maður er mitt með að spjalla aðeins félagarnir. Bara skrifa það D-Devils og þá kemur Sixth Gate þannig upp. Já, ég bara spila það aldrei aftur. Nei, ég veit að bara, þetta er bara svona ganni hérna, sér það ekki hérna? Já, það er hérna. Sett ítt aðeins á það og spóla kannski mínúti inn í það, bara rifjum þetta þessu upp og þetta þú hatar þetta svo mikið, mann er ekki svo hatri hjá þér. Nei, þetta er bara, ok, viltu heyra okkur en mér finnst þetta lag ógeðslegt? Ég skal leyfa fólki að heyra. Þetta tónlist, þetta er svo bilu talla. The gates are open. Gate 1, darkness. The world of demons. Gate 2, sko, hann að eru 2 mínútur búnar að lægin. Gate 3, hann að tala bara 6 gates, sko stöðu. Gate 4. There's no þá sé ég að segja Gate 5, þetta er Gate 5. Feel the fire. Og nú kemur Gate 6. Gate 6. Stöðu. Pick up your weapons and fight. Stöðu. Pick up your weapons and fight, Blondell. Fight. Nei, ég er góður. Hlusta þetta, fight. Hlusta á viðlæði. Slaka á. Þetta ákveður að hlusta á annars viðlæði. Nei, slaka á, fight. And dance with the devil. Núna. And dance with the devil. Ói, barasta. Þetta er það allra versti. Ég er búin að gleyma hversu reyðilegt þetta var, maður. Þetta er ekki að... Veistu það, ég geti farið bara sjálfur á einhverja tölvu, ofurölu og búið til betra lag. Það er bara eins og einhverja að koma heim til sín bara í áfengjustöða og ítt á fullt af tökkum, þvílíku viðbjóður, já.
Þetta var skelfilegt, þetta var DJ D-Devil eða hvað sem þetta heitir, Six Gate to Hell, það er hressandi lag á sumri. En það er komið að lokum, Egill, ég ætla að óska þér góðs gengis í kvöld. Takk að þér kærlega fyrir það, Blondale. Vona sem flestir að mæti, Rikki, þú ert uppbytuna DJ hjá honum. Það er press á þér. Fekk þar mikla heiður. Þið verðið flottir að það félagarnir, takk vel á mútið Rikka, hann er að taka við hérna. Það er annar í Hvítasunnu á mánudaginn, þannig að við Bjössi verðum ekki hér. Hins vegar verðum við Sveppi mættir hér á þriðjudeginum. Eigi, góða helgi, sem kannski byrjar í kvöld, en ég fekk góða fréttir í dag. Þegar ég vaknaði og kíkti á netið, frétta að þessi hérna snillingu var að koma. Þetta er alvöru stuð. Ég mun mæta á hann heitir Frank Ocean og lagið heitir Lost. Heyrst hefur að lottobáturinn stefni í 22 milljónir. Það er því 20% afsláttur ef greitt með bláa korti. Þú fær alltaf eitthvað. Hágæða kaffi, hambúrgara, panini eða annað á sértilboði með orkulyklinum. Stöðin. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja réttin. Kíkt á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi.